Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Mundu að hafa Guð í hjarta þínu þegar þú ferð í gegnum dalinn og leyfðu honum að leiða þig í gegn. Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út ótta. Og hvernig það þegar við elskum með öllu því sem við erum við þá hrædd? Nei. Elska Drottins til okkar fullkomin. Förum í faðm hans og finnum hvernig við verðum óttalaus. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Við getum átt kærleik ef við gerum frelsarann að kjarna lífs okkar og fylgjum fordæmi hans. Og þá getum við blessað líf bræðra okkar og systra hér á jörðu. Þetta fer að bresta á, það blessuð samkoma framundan hjá okkur. Endilega settu í stellingar og taktu það. Við viljum hafa þig með og alla þína. Velkomin.
one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing someone. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my healer, yes, He is. 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 Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our Sing your song on every praise, sing it. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Is to our Halleluja, ef að þetta ekki rétt, þá veit ég ekki hvað. Ég heyrði setningu daginn sem að ég veit að er sönn og hún var eitthvað á þá leið að þú velur hamingjuna. Þú velur það að vera hamingjusamur. Og hamingja er val. En það á það sama við þegar við erum að lyfta upp nafni Jesú. Það er ákvörðun, það er val. Og vinir, við getum tekið það ákvörðun að gangi í gegnum lífið niðurlút. Eða einhvern veginn í mínus, en það sem að gerist þegar við ákveðum að lofa Guð í öllum kringumstæðum og það sem við erum að gera hér á Sangum er bara ákvörðun það, hvernig við erum að haga líf okkar. Þegar við tökum ákvörðun að lofa Guð í öllum kringumstæðum þá leysast úr læðingi kraftar
Og ég ætla bara að biðja, bara út af því að við erum að opna þessa sangum, ég ætla að biðja að kraftur Drottins leysist þér til handa. Drottin, við bara lyftum upp nafni þínu, ég þakka þér fyrir náð þín og miskunn. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína. Ég þakka þér fyrir, Drottin minna, að þegar við lyftum þér upp, þegar við lofum þig að þá dregur alla menn til þín eins og reikningin kennir. Ég þakka þér fyrir, Drottin minna, að þitt ríki, þín dýrðin, Drottin. Og allt það sem við viljum gera í dag að leggja niður okkar eigin plön og lyfta þér upp því að við vitum að þín leið best. Drottin, þín áætlun best. Og ég bið fyrir öllum sem að hlusta, öllum sem að taka þátt í samkominu, viltu blessa þá og viltu styrkja þá á allan hátt. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðinni sagði. Amen. Höldum áfram í lofgjörð. Nú syng ég halleluja, því ég hræðist ekki óvininn. Nú syng ég halleluja, hærra en öll vantrúin. Nú syng ég halleluja, söngur minn. Nú syng ég halleluja, með mér stendur himinn. Storminum í skal ég syngja mér lag. Herra og Herra mun ég lofa hann hver dag. Röskunni stíg Syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, syngjum saman, syngjum aðeins hærra. Hræðist ekki óvinni, Syngjum aðeins hærra, hærra en vantrúin. syngjum aðeins hærra, Opni þannig söngur minn, syngjum aðeins hærra. og stendur himinn. Syngjum aftur, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra.
sem rísa hátt, bíð þess þeir hrynji brátt. Þú hefur aldrei brugðist mér. Takk, Jesus. Bíð eftir breytingu, sigur í baráttu, því þú hefur aldrei brugðist mér. Því loforð þitt í þinni trúfesti, að ég í þér, það mitt öryggi, því aldrei bregst þú mér. Nóttin mun enda senn, orðið þitt rætist enn. Hjarta mitt sýgur lofsöng þinn, Jesús. Jesús, þú nægir mér, hulinn í ást ég og hjarta mitt sýgur lofsöng þín. Já, loforð þitt í þinni trúfesti,
Já, aldrei bregst þú mér. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærinn meðtók lífsins orð, sem frá dýrðarinnar hástól, lagður var í öta og skól. Lof sé Guði þríeinum, Föður, Syni, Andanum, Guði dýrðar athygnin, við eilífð hillum konung. Ríki Guðs þú okkur sýndir, heiminn sætti Guð við sig. Alla sköpun endurleystir, fórst á krossinn fyrir mig. Alla þjáning þína barstu, því þú vissir tilganginn. Og á frelsun okkar varstu, lífið fyrir dauða þinn. Lof sé Guði sínum, Föður, Syni, Andanum, Guði dýrðar athygnin, við eilífð hillum konungi. Þá grafarinn siglir, endanlega velt var frá, lambi dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá ákvörð himinninn. Þegar þeir koma þá, endursvæði Faðirinn. Og þá kirkja Krist var til, fyrir kraft og andans verk. Sannleikanum gerir skil, alltaf sönn, alltaf sterk. Fyrir blóð og nafni hans, laus úr fötum nú ég sný. Hann gefur sigur krans, Jesús Kristur minn líf. Lof sé Guði sínum, Föður, Syni, Andanum, Guði dýrðar athygnin, við eilífð hillum konungi. Við eilífð hillum Við svo sannarlega eilíf hillum konunginn. Amen, hann hér. Og mér langar bara til þess að minna þig á, þú sem ert að horfa og þú sem ert hér í salnum, það eru ekki margir, við erum alveg innan marka. Vitið það, hann er nefnilega herramaður. Guð er nefnilega svo frábær, hann er svo fullkominn og hann gerir alla hluti svo rétt. Það sem hann er að gera í dag,
Og það sem að við finnum oft í lofgjörð, það eins og að leysist eitthvað á læðingi. Það einhverju kraftar og það var jafnvel eitthvað tár að renna eða eitthvað slíkt. Það eitthvað sem bærist í hjartun okkar. Og vitið það, hann þráir að gefa okkur mjúkt hjarta. Það það sem hann þráir að gera. Og vitið að þú sérð það þegar fólk búin að ganga með Guði, ef það hefur mýkt að bera, auðmýkt og kærleika, þá Guð búin að vinna í hjartanu. En það sem við þurfum að gera, þegar við finnum hann, þegar það kemur svona bank í hjartað og það gerist og þeir eru örugglega öll sem að horfa og að upplifa þetta pínlitla bank í hjartað. Vitið, hann mun aldrei ráðast inn í líf ykkar, aldrei. Það sem við þurfum að gera að opna hjartað og bjóða hann velkominn. Og mér langar til þess að hvetja ykkur bara til þess að gera það í dag. Bara með því að lyfta pínlítið upp höndum, gefa einhvers konar til kynna að þið vilja bara opna hjarta okkar fyrir Jesú. Drottinn við bara opna hjarta okkar fyrir þér. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert hér, þú bankar á dyrnar. Og við ætlum ekki bara að hlusta á banki, við ætlum að hleypa þér inn. Og Drottinn, þú þráir að binda gera heilt. Þú þráir að, Drottinn minn, að gera okkar líf þannig að við berum ríkulegan ávöxt, góðan ávöxt, kærleiksríkan ávöxt. Og Drottinn, við höfum öll okkar, eitthvað sem við erum að bera, eitthvað sem við erum að erfiða með. Viltu koma inn í það og viltu gefa lækning og viltu gefa líf. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að þér umhugað okkur. Og ég tala lækning og ég tala líf og ég tala kraft í dag, í Jesú nafni. En við ætlum að taka samskot í dag, þannig að ef þið viljið taka þátt, þá hvetjum ykkur til þess að gera það. Þeir sem eru í salnum, ef þið viljið, það posi frammi og það er hægt að setja líka í baukana. Annars eru upplýsingar upp á skjánum. Drottinn blessi ykkur þegar þið gefið í Jesú nafni. Og sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa við. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Ó, Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ó, ég vil vera nærri þér. Heyri þig, veröldin öll þegar ég sé. Sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Bara þig, ekkert hindrar mig, þig lofa við. Nú í sannleika ég til mig sig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Syng þér lof, halleluja, kom þú, Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú, Drottinn minn. Syng þér lof, halleluja, kom þú, Drottinn minn. Fagna
Syngjum aftur, horfðu hygglust á Jesú. Horfðu hygglust á Jesú, lít himneska tign hans og glas. Þá á fegurð heimsins stað snerta við þér og mér. Móts við fyllingu miskunnar. Do you believe in the cross of Christ? I'm a pastor. If you believe, then the question is, what are you going to do about it? Laugardagskvöldið 24. apríl ætlar Friðarbíó að sýna myndina Do You Believe? I was once asked if you were ever accused of being a Christian. Would there be enough evidence to convict you? So you believe in Jesus? I do. There's a whole world of people out there who need help. 12 ólíkar sálir, alla stefna í ólíka átt. Allir þrá eitthvað meira. Þegar líf þeirra skarast óvænt, komast þau öll að því að það kraftur í krossi Krist. Jafnvel þótt þau trúa því ekki. Take out your cross and let it be a reminder of the amazing gift that Christ has given us. And let it inspire us to live our life the way Jesus lived his. Sem sagt, á laugardaginn 24. apríl. See, Mommy? God really does love us.
He does, baby. Ætlum við að horfa á bíó saman í Smárarkirkju, Sporhömrum 3 í Grái. Þetta dásalegt. Yndisleg lofgjör, spennandi bíómynd framundan, popp og kók. Þú veist, bara stemning. Þetta dásalegt. Ég hlakka til. Jæja, elskurnar, hvað segið þið? Amen. Þegar maður er að undirbúa einhverja kennslu eða predikun fyrir svona samkomu eins og þessa, þá stundum leita maður í orð Guðs og reyna að finna hvað er það, leggja okkur á hjarta, hvað viltu tala, hvað viltu segja, hvað viltu gera. Og stundum maður ekkert að því og maður er bara að lesa eitthvað og það kemur eitthvað til og segir ég verð að deila þessu með fólkinu. Og þannig er það í dag. Mér langar að deila með okkur nokkru sem ég var svona að velta fyrir mér í kjölfara á því sem ég reyndar sagði fyrir 2 vikum síðan. Ef þið munið til því, ok, Sippa mannenda, hún líka með lífmeila, þannig að það er svolítið öðruvísi. En við vorum að tala um hús Guðs, við vorum að tala um lifandi steina og Rolling Stones og allt þetta munið. Og mér langar að tala um þetta hús pínlítið meir í dag, út frá köflum sem ég var að lesa og bera saman og mér finnst þetta alveg ægilega spennandi. Mér langar bara að deila því með okkur ef það er í lagi. Við höfum stundum sagt og þegar við heyrt alveg örugglega að við höfum sagt það hérna úr púltinu og kannski það vissu það löngu áður, það er ekki það, en að kirkjan í sjálfu sér er ekki þetta hús. Kirkjan er fólkið og Guð í fólkinu. Húsið er staður þar sem kirkjan hittist. Og því að kirkja Krists er ekki úr steypu, ekki úr steini, ekki úr timbri. Við notum þetta eins og ég er að fara í kirkjuna, ég er að fara í Hallgrímskirkju, þá mennum við stóru kirkjunu upp á Skólavörðuhæð, við erum að fara í þessa kirkju og mennum við þetta, við erum að fara í Smárarkirkju upp í Sporum, við vitum hvað við erum að tala um. Svo það er alltaf leið með það. En lykilatriði er að skilja að húsið er ekki kirkjan. Það er stóra málið, að húsið er ekki kirkjan. Og við ræddum þessa lifandi steina og ég ætla að byrja að lesa úr Hebreabréfinu. Það segir svona í 3. kafla, versi 4-6. Sjáu til. Sérhvert hús hefur einhver gert. Það er svolítið gaman að lesa þetta í Biblíunni. Sérhvert hús hefur einhver gert. Stöldurum hans við það. Það er engum ykkar eða mér eða nokkurum manni sem ég veit sem dettur í hug að ganga götu Reykjavíkurborg og segja, vá, hvað þetta er stórkostlegt hús sem var hérna til fyrir tilviljun. Allir hugsa strax, einhver bjóta til. Arkitekt hannaði það, verktaka tóku þetta, verkfræðingurinn var umsjón verkir og svo framins. Engum dettur í hug. Sérstaklega ef að byggingin er svolítið svona majestic, stórfengleg, þá, vá, rosalega hönnun er þetta. Og Biblían segir, sérhvert hús hefur einhver gert. Svo skoðið þið mig eða þig eða sjálfan ykkur og lífið og segir, rosalega tilviljun, þetta tók alveg nokkru milljónir ára, 100 milljónir að verða til, en þú er stórkostleg. Engu dettur í hug hönnun þar. Hvernig stendur á þessu? Ekkert í lífinu sem þú sér í hinu náttúrulega sem við búum til er án hönnunar. Bara ekkert. En samt á einhverjum skrýtnum ástæðum hafa margir komist að því að lífið var til af sjálfu sér og enginn hannaði. Þó er það flóknasta, undursamlegasta og stórkasta af öllu sem til er. En þetta er ekki einu svona predikun dagsins, sko. Ég ætla ekkert að tala um þetta. Þetta var auka. Sérhvert hús hefur einhver gert,
En Guð sá sem allt hefur gert. Komum að því. Hann bjó nefnilega til allt þitt. Móse var að sönnu trúr í öllu húsi hans, eins og þjónn. Hann átti að vitna það sem boðað skyldi síðar. Við verðum að staldra aðeins þarna við. Ok, nú svona bara flettist upp margar blaðsjur alltaf í kollur og maður, ég fullt af hlutum sem ég ætlaði ekki að segja. Þannig kallinn bara gerður. Hann bara alltaf að kalla eitthvað fram svona. Móse var trúr, en hann var yfir húsi sem var bara til bráðabirgða, bara sýnishorn, þangað til að alvöru húsi kæmi. Og þið sem að þekki sögu Móse, þið eru þegar búin að rifið upp í kollunum, þið sem ekki þekki hana, þið vitið að hann fór fyrir Ísraelsmönnum þegar voru konur út í eyðimörkina og hann lét reisa þar tjaldbúð. Af flókinni fyrirmynd og leiðbyrningu frá drottni lét hann reisa tjaldbúð. Í því kom svo drottin með nærveru sín og dvaldi. Þetta hús sem þurfti að vera færanlegt af því þeir voru að ferðalagi eyðimörkina, það þýtti ekki að setja inn einhverja grjótklumpa þarna, svo þeir þurfti alltaf að geta tekið saman og flutta. Þetta var hús sem Guð kom og dvaldi, en það var bara skuggamynd. Það var bara, takt eftir sem að segir, átti að vitna það sem boðað skyldi verða. Það sýnishorn af einhverju sem myndi koma seinna. Ok? Erum við með? Svo kemur 7. versið. En Kristur, Jesús Kristur, sonur og honum trúa fyrir að ráða yfir húsi drottins og hans hús erum við. Ef við höldum djörfungin og voninni sem við miklust af. Þú og ég erum húsið hans. Ég veit hreinlega ekki hvort að við kristnimenn séum alltaf að ná þessu. Eða hvort að finnist þetta kannski ekkert mikilvægt. En ég get sagt vera, þetta mikilvægt. Þetta bara með því mikilvægasta sem þú getur skoðað í Biblíunni, í trúnni á Jesú Krist. Og ég ætla að fara hans í þetta bara örstuð. Svo hús Guðs það sem að Guð býr að sjálfsögðu. Það mikið rætt í Gamla testamentinu meðal tjaldbúðuna og musteri og fleira sem við vorum að tala Síðan kemur Jesús allt í inn á jörðina og hann fæðist og Jesús var sannur maður, sannur Guð. Þar að Biblían segir, hann var Immanuel, Guð með okkur. Allt í einu var Guð mættur á jarðríkið í persónu. Jesús var nefnilega holdgerfingur. Stundu sagt það, og ég veit að það eru margir sem brölta með þetta. Þetta ekkert mál með Guð, hann skapari himins og jarðar, hann stórkostlegur, hann faðir og allt þetta. En hvað málið með Jesú? Hvaða máli skiptir Jesús? Kom hann ekki bara til að segja okkur frá? Var eitthvað meira en það? Var eitthvað stórkostlegt mikilvægt sem hann var að segja, þessi Jesús? Jesús holdgerfingur þess að Guð mætir manninum og maður mætir Guði. Þar gerðist það. Þar var það eitt. Fram að því var maðurinn þarna, Guð hérna, Guð sýndi sig annars lagið, maðurinn leitaði hans, en þeir voru ekki saman. Þeir voru ekki saman. Það sem kom þeim saman var Jesús. Og það lykillinn í trún okkar á Jesú Krist, að hann ekki bara einhver sem kom og boðaði einhverja nýja trú. Hann var og sá fyrsti sem kom og leiddi Guð og mann saman á þennan hátt. Gerðu okkur að einu. En nú aftur veit ég, margir kristnir að þetta eru kannski ekki að velta þessu fyrir sér dagstaglega. En þetta rosalega mikilvægt. Jesús Kristur Guð í manninum og maðurinn í Guði. Þannig að Guðs hús ekki dauðbygging. Guðs hús ekki einhver kenning. Hún ekki einhver abstrakt hugsun. Hún ekki guðfræðileg hugsun eða kennsla.
Hún er ekki við líkingamál. Guðshús er persónan Jesú Kristur og þú í honum og hann í þér. Látum þetta aðeins svona, látum kollin á okkur aðeins ná utan um þetta. Ertu að meina, Halldór, að þú veist, ég trú ekki bara hérna uppi einhvern veginn að Guð sé eitthvað meira en það. Já, það er miklu meira en það. Já, ok, ég upplifi eitthvað svona tilfinningu og dásamlega. Jú, það er það líka. Að ég finni kærleika Guðs, hann er svo góð. Já, það er það líka. Að ég sjái kraft Guðs vinna. Já, allt þetta. En af hverju haldið þið að Jesús hafi gert það sem hann gerði? Það er vegna þess að Guð var í honum. Hann sagði mörgu sinnum, Guð, Faðirinn er í mér, ég er í honum. Ég er musterið, ég er húsið hans. Þannig að það sem þú ert að horfast í augu við er að í trún á Jesú Krist gildir þetta saman þig og mig. Hann kemur, dvelur í þér. Ég get, þegar heyrið mig segja þetta, hversu oft, þið erum búin að vera með mér í okkur ár, heyrið mig segja alltaf, og kemur kallinn og töður og þetta er eins og enn. Þú veist, þetta er, krakkar, það sem skiptir máli. Hann í þér og þú í honum. Ekki hann þarna eitthvað stóra og þú að reyna að nálgast hann. Það er ekki bara það. Takt eftir. Við tölum oft um það. Jesús, hann brúaði gjána á milli Guðs og mann, hann gerði það. Hann krossin, svo teiknum við oft krossin sem svona brúna yfir gjána sem gerði okkur kleift að koma til Guðs. Og förum við yfir gjána sem áður við aðskilt okkur og nú erum við komin í samfélag við Guð. Og það er rétt, það er ekkert að þessu. Við förum bara eftir ekki alla leið. Eftir það erum við komin yfir brúna og þá bæði ég og Guð báðum megin sömu megin við gjána, svo allt er í góðu lagi. En hann er ennþá þarna einhvers staðar. Ég heyri meira í honum, ég sé hann aðeins meira, en ég þarf að hafa með allan við að nálgast hann. Það er ekki það sem kristendómurinn kennir. Þú kemur yfir brúna og hann kemur inn í þig. Og þú kemur inn í... Hvernig útskýrir maður þetta? Þetta er... Þetta er svona... Kollurinn næri ekkert utan svona hugsun. En þetta er... Og ef við náum ekki núna... Þá er þetta þessi virði að stúdera og skoða og lesa og biðja fyrir og tala um og leita drottins með allt ykkar líf. Svo þið skiljið meira og meira að því. Þetta er það sem Páll lifði fyrir, að Kristur yrði mótaður í lífi og hjörtum mannana. Myndaður í lífi og hjörtum mannana. Sjáu til. Mér minnir af að Teddi vinur minn hafi einhvern tímann notað þessa líkjung. Hún er stórgóð. Hafið leirað. Eða átt börn sem að eru að leira, eða afabörn sem eru að leira. Ok, þú tekur gula leirkúlu, þú tekur bláa leirkúlu og þú byrjar að hnoða þær saman. Hvað lit færðu? Grænt. En þú hnoðar og þú hnoðar og þú hnoðar þangað til að þú er komið eina kúlu og hún er græn. Þannig renni þið inn í lífið Guði og hann rennur inn í lífið þitt. Reyndu svo að skilja leirkúlunar af. Reyndu að taka aftur gulu kúluna og bláu kúluna út úr þessari grænu. Gangi þér vel. Þetta hann sagðist vera mustir með þetta í hug því, það er það sem ég var að lesa. Munið eftir þegar var að skýrast og rödd kom á himnum, þessir minn elskaði sonur sem ég vel þóknun á, kom bara rödd á himnum.
Það sem elskaði sonur, sem ég velþóknun á. Já, enskunni nefnilega segir, in whom I am well pleased. In whom I am well pleased. Kemur alveg með nýja merkingu, ekki satt? Það eins og Guð sé að segja, þetta sonur minn sem ég hef velþóknun á að búa í og vera í. Ekki bara, ég hef velþóknun á honum hérna, hann svo góður, hann svo frábær og hann gerir aldrei neitt rangt. Þú veist, þannig tölum við það. Ég hef velþóknun á honum, hann svo frábær og hann var frábær. En velþóknun var ekki fólkin í því. Ég hef velþóknun á að vera í þessum manni, þessum musteri. Hann hefur velþóknun á að búa í manninum, í þér og í mér. Og þá ætlum við að lesa Kólussubréfið. Og þarna fer þetta nú að nálgast það sem og skýrast vonandi meira og meira því sem ég að tala um. Lesum Kólussubréfið 2:9, hlustu á þetta. Í manninum Jesú Kristi býr öll fylling Guðdómsins. Þið heldur að ég var að bulla þetta allt saman á hann. Þetta var ekkert biblíulegt, þetta var það sem haldur þetta eftir í hug. Nei, í manninum Jesú Kristi býr öll fylling Guðdómsins. Það ekkert sem vantar upp á takt eftir. Það ekki það að þú hafi Jesú og Guð segir, ég kem nú bara ekki allavega af mér í þig. Þú veist, ég verður bara, þú farið ekki nema 75% af mér. Restina farið kannski seinna og kemur til himnin eða eitthvað. Nei, öll fylling Guðs, allt sem Guði býr í Jesú Kristi sem maður. Þá langar mig að segja við þig sem spyr, hvað málið með Jesú? Þetta málið með hann. Þetta aðalmálið. Að í honum sem maður, sem hann gekk á jörð, býr öll fylling Guðdómsins. Allt sem Guð allt sem hann hugsar, allt sem hann gerir, allt hans eðli, inn í Jesú. Þetta málið með Jesú. Þarna byrjar ballið. Þarna byrjar ferlið sem hafi verið undirbúningi í allar aldirnar fram að því að Guð ætlaði sér að koma til mannsins og gera sér bústað í honum. Þarna byrjaði, þarna heldur endaði það, skulum við segja. Því ferlið að byrja löngu áður, en þarna tók það á sig þessa mynd sem að upprunalega var ætlað. Að búa í manninum. Ok? Þið með mér? Já. Þetta rosalega svona, já. Ég veit ekki bara að tala hvernig við læknum hausverkin okkar. Jú, ég get gert það líka. Og það mikilvægt, ef við erum með hausverk. Wow, hvað mikilvægt að losna við hann. En ég ætla bara að ráðleggja þér. Kristur býr í þér. Hvað þýðir það? Gagnvart hausverk. Bara svona. Hvert var ég komin? Já, ég var að lesa Kólusse. Hlustiði. Í manninum Jesú Kristi býr öll fylling Guðdómsins og vers 10. Og þið, þú og ég, mennirnir, þið hafi öðlast hlutdeild í fullkomnun hans, sem höfuð hvers konar tignar og valds. Með öðrum orðum, Guð kom ekki bara inn í Jesú, heldur miðlaði áfram til þín og til mín til að gefa okkur hlutdeild í því. Þess vegna segir Biblían, Kristur var frumburður margra. Hann var svo fyrsti og síðan koll og kolli. Og í dag erum við á þessum stað og þú segir bara kannski, Halldór, sko, þetta rosalega spennandi sem þetta tala en þú veist, ég veit ekki samt hvað þetta þýðir. Ég hef aldrei haft Guð í mér, segir þú kannski. Ekki gefast upp. Það var svo tíð að ég hrópaði og kallaði því ég var svo þyrstur eftir að fá að reyna þetta sem ég að segja ykkur frá. Sjálfur á eigin skinni, í eigin líkama. Því að ég var búin að ákveða það sem ungum maður að
ef þetta væri virkilega svona, þá kæmi ekki annað til greina fyrir mig en að fá að upplifa það. Því annars væri þetta bara fradd. Og ég ætlaði sko ekki að hengja hatt minn og eyða lífið minn eitthvað sem var fradd. Það bara kom ekki til greina. Svo ég hrópaði og ég kallaði og ég var þyrstur og ég var svangur. Ég sagði, þú hlýtur að vera til, Guð, og að þú er til og þá er orðið satt og þú segist alltaf að gera þetta svona. Þú verður að koma til mín. Hvað frekja er þetta í þér heldur? Þetta er ekki svona freku við Guð. Ég var ekki freku við Guð, ég var þyrstur. Hungraður maður biður mat. Þyrstur maður biður drykk. Ég bað og ég leitaði og Jesús sagði leiti og þér munu finna. Og ég fann. Öllu heldur, hann fann mig. Og allt þetta sem ég segi ykkur frá var það veruleika innan með mér. Og ég sagði bara, vá. Það er bara eitt orð yfir þetta. Hvað getur þú sagt við þessum kærleika Guðs og við svona miklu stórkostlu verki þegar hann býðist til að koma og segir, þetta er það sem ég alltaf vildi. Ég vildi vera í þér og þú varir í mér. Þér og mér, okkur er aldrei ætlað að lifa aðskilin frá Guði á jarðríki. Í samfélaginu við hann. Munu eftir Jakobi. Það er svo oft gaman að lesa, og ég ætla að enda með þessu, svo oft gaman að lesa í Gamla testamentinu og sérðu alls konar skuggamyndir af því sem síðan kemur. Og það er nákvæmlega sem var. Guð var að gera alls konar hluti með Ísraelsmenn og eitthvað svona og þú lest það og segir, vá, hvað er gangi? Svo lestu Nýja testamentið þegar Jesús er kominn og sér þetta, heyrðu, byrjum við, þetta er, þarna er eitthvað. Jakob, hann var svikarhapur. Hann var töluverður svikarhapur. Það voru sviki í kallinum, sko. Ég er ekki að grínast. Hann dreymir einu svona draum. Og það er stigi upp til himins. Og hann dreymir að englar Guðs, gangi upp og niður stíðan, bara flegi ferð milli jarðar og himins. Ok. Þetta er rosalega draumur. Þetta er miklu betur heldur en dreyma að þú sért að hrapa í flugvél eða eitthvað. Það er hérna... Mér hefur dreymt það og ég veit að þó nokkuð margar sem hefur dreymt það. Eitthvað skýring á því í sálarlífinu okkar. En hann sem sagt, hann dreymir hennar stiga og það er bara englar sem eru á fleygiferð upp og niður stigan milli himins og jarðar. Og hvað gerir Jakob þegar hann vaknar? Þetta er athyglisvert, þetta tengir þetta svo inn í Jesú. Hann segir, svo sannlega er hér Guðs hús. Og hann gerir alla skapahluti því að Guð var á staðnum. Fyrir honum var þetta bara táknu það, ef Guð var að koma og tala og gera og senda engla sína, hér er Guð. Og þar sem Guð er, það er Guðs hús. Svo hann kallaði þetta svoleiðis. En munið það var svik í honum. Svo Guð þurfti að vinna alls konar verk í kallinum. Og þegar hann vinnur verkið, það er eins og oft sem hann gerir, þegar hann vinnur verkið í hjörtum okkar, þá breytti hann líka nafninu hans. Hann breytti nafninu hans frá Jakob yfir í Ísrael. Og Jakob, þessi svikuli kall, var fyrsti Ísraelítinn. Hann var fyrsti Ísraelsmeðurinn á jarðríki. Það eru menn ennþá upp á móti Ísraelsmönnum. Af alls konar ástæðum. En hann var svo fyrsti. Ok, erum við með? Þá skulum við fara í Jesú. Jóhannes Guðspjall. Og nú ætlum ég bara að lesa svolítið og klára með þessu. Þetta er svo gaman. Munið þessi í sæðibyrjun. Ég er bara að deila með ykkur hvað ég var svona að lesa og grubla í. Það getur alveg nýst ykkur líka, sko. Ok, næstu daga, það byrja 43 í fyrsta kafla. Næstu daga hugðist Jesús fara til Galileu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsætu, sömu borg og Andrés og Pétur.
Filippus fann Natanael og sagði við hann, þetta alveg þegar Jesús að byrja, hann 30, hann að koma út úr Nasaret og hann að byrja þjónustuna sína. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu, athyglisverður punktur strax þarna. Móse skrifaði eitthvað sem myndi koma eitthvað svona, og einnig spámennirnir, þetta Jesús frá Nasaret, hann sonur Jósefs smiðs, maður því eftir Jósefs smiðs, hann smíðaði borðið fyrir mömmu minna, mástu. Þú veist, þetta bara samtal hjá strákunum. Natanael segir, getur eitthvað gott komið frá Nasaret? Þú veist, þetta bara eins og, hvað gott getur komið úr þykkabænum? Þú veist, þetta bara álíka. Að við séum frábæra kartöflur komið þar. Og mitt blóð í móðurætt líka. Getur eitthvað gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði, komdu bara og sjáðu. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, takk þetta hvað hann segir, hér sannur Ísraelíti sem enginn svikur í. Hver var fyrst Ísraelítinn? Jakob, og í honum voru svik. Hér sannur Ísraelíti sem enginn svikur í. Og Natanael spyr þá, og hvernig þekkirðu mig? Jesús svaraði, ég sá þig undir fíkitrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú sonur Guðs, þú konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú af því að ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkitrénu? Ekki þarf þú mikið til þess að trúa, drengur. Ég meina, bara því ég sá þig, þú sannarlega sonur Guðs. Þú veist, Jesús lítur á og sagði, vá, þessi drengur, það sko engin svik í honum. Hann kemur bara að tala beint frá hjartanu. Þetta sonur Guðs af því hann sá mig. Þetta stórkostleg frásögn. Jæja. Og svo segir hann, þú mun sjá það sem þessu meira, Natanael. Og hann segir við hann, sannlega segi ég yður, þið munu sjá himinn opinn og englar Guðs stíga upp og niður yfir mannssoninn. Þannig Jesús að tengja saman frásögunum Jakob sem voru sviki, hvernig hann var síðan Ísrael sem var fyrst Ísraelítinn og hvernig himinn voru opinn og það var bara, þú veist það bara traffík á milli himins og jarðar. Og hann segir, nú komið að þér, Natanael, engin sviki þér, sannur Ísraelíti. Það komið að því að draumur Jakobs rætist. Ég mun opna himinin og það mun verða traffík á milli. Ég svo fyrsti. Draumur Jakobs rætist loksins. Mér finnst allt svona alveg frábært. Ég veit ekki mér finnst þetta, wow! Þú veist, ég get valið við þetta bara pælt í þessu og segi, þetta stórkostlegt maður. Ok? Því þetta var bara skuggamynd af því sem koma skildi. Jesús opnaði þessa leið. Jesús kom með þessa opnu leið, hvað við að stiga til þess að skilja samganginu milli, en hann opnaði dyrnar. Hvað sagði ekki Jesús þegar ég kendi hann okkur að biðja? Hann sagði, verði þinn vilji svo á jörðinu sem á, með öðrum orðum, hann að bjóða okkur að sjá himinin koma á jörð. Það það sem hann að bjóða okkur. Hann sagði, biðji þannig að það sem í himnunum komi hingað. Og þegar Jesús gekk og gerði hluti, þá var hann einmitt að koma með svona gegnumbrot himinsins inn í jarðríkið. Jarðríkið sem var fjötrað og bundið í sjúkdóm og höftum og villu og lögmálsfjötrum, reyna þóknarsguði, reyna ávænisastöðu. Hann kemur bara inn og hann sagði, vertu heill, rís upp og þetta hafði aldrei sést. Hvað í gangi? Hann kemur með kraft, hann kemur með líf, hann opnaði þessa dyr, hann var sá fyrsti og hann segir, nú ég í þér. Vilt þú fá himinn á jörð? Við skulum byrja bara á sjálfum okkur.
Vilt þú fá himinin í þitt líf? Byrjum bara þar. Þú veist, skulum ekki þurfa að hugsa um Afríku núna eða Ísland eða bara okkur. Vilt þú fá himinin í þitt líf? Það er búið að gefa þér það. Það er búið að bjóða þér það, búið að gefa þér það. Þú getur fengið það í þitt líf. Lífið allt í kringu þig. Landið okkar og miðinn. Bara strax við næsta kafla á eftir kemur farisei til hans Nikodémus og segir ég sé það, komið til þess að nóttu svona álitamál sem haldan hafi verið feiminn til að sýna sig með Jesú, ég veit ekki hver ástæða var, það segir ekki beint hver ástæðan er, en hann kemur til Jesú á nóttu, hann nálgast hann á nóttu til og segir það er alveg greinlegt að þú ert sko frá Guði komin, þú ert, maður sér það bara á öllu sem þú gerir og sem þú segir að þú ert sendur á Guði. Hvernig eignast ég þetta líf? Og Jesús segir, enginn getur eignast þetta líf nema endurfæðast. Segir, hvað mennur endurfæðast? Hvað ertu hindú eða? Endurholdgun eða? Nei, endurfæðast. Já, en Jesús, hvernig get ég farið aftur inn í móðurkviðinn og fæðst? Hvað ertu að meina? Meinar ég get ekki eignast þetta líf sem þú ert að bjóða hérna og segja okkur frá eins og þú hefur það nema ég komist aftur inn í kviðrum mömmu sem er nú bara orðin háaldur, ég skal bara segja það er ekkert víst þú myndir meika það og hvað er þetta með því, Jesús? Og Jesús segir nei þú er að fæðast af vatni og anda og svo fer hann í næsta og segir af konu og anda Guðs. Þegar móðir okkur er að ganga með okkur þá erum við umlukin legvatni. Fyrsta einkenni fyrir konu þegar hún veitir nú fyrir eiga eru náttúrulega hríðirnar en hvað gerist það þegar barnið er bara að koma? Þú missir vatnið. Þú fæðist ekki, kjölfarið kemur eitthvað kollur, þetta er ég. Og birtist. Fæðist af vatni. En þegar þú er búin að fæðist af vatni, orðin maður, kona, eins og við erum, þá kemur að því að fæðast af anda Guðs. Og þegar það hefur gerst, þá áttu þetta allt saman. Ég er búin að gera þetta fyrir þig. Ég held engu gegn þér. Ég er ekki að skammast út í þig. Ég er ekki vondu við þig. Ég held engu að því ranga og vitleysun og ruglu niður í gegn þér. Komdu bara til mín og ég skal gefa þér þetta. Eins og þú ert. Breytir engu hvernig þú ert. Komdu. Og við myndum að tala um þetta daginn með eina. Taktu skrefið. Taktu skrefið og segi, ég ætla ekki að láta mig duga bara hérna að hringsóla í kringum þetta eitthvað og þetta er rosalega næs og fallegt. Nú vil ég bara fá þetta. Nú vil ég bara eignast þetta í lífið mitt. Þú veist, hættum þessu rugli, hættum að tala um þetta. Bara, ég vil fá. Já, en er það ekki frekja? Nei, ekki, það er það sem Jesús vill og gerir. Það er ekki frekja, hann vill gefa þér þetta. Löngu áður þér datt í huga að biðja það, vildi hann gefa þér þetta. Og þegar þú tekur skrefið og segir Guð, þennan opna heiminn. Þetta guðlega eðli, þessa himnesku dýrð, allan kraftinu, mátt og dýrð og fegur og kærleika vil ég núna fá inn í mitt líf. Af því að þú býður mér það. Af því þú hefur gert það, Jesús. Hvað snýst þetta með Jesú? Þetta. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér að við megum kíkja í Guðs orð, við megum skoða og læra og ég biður oft Guð að hver sem að
heyrir þessi orð Drottins sem við höfum verið að fjalla að innra með honum, innra með henni mætti skapast þorsti og löngun, hungur eftir því sem þú hefur. Þú hefur opnað himinin, aðgangað himninum fyrir okkur öll. Engin manna munur gerður. Engin. Allt mannkynið hefur þennan aðgang. Komdu heilagur andi. Hjálpa okkur að sjá, opnaðu augu okkar. Við ætlum að horfa til þín eins og við sungum á hann, horfa hiklaust til þín, ekkert hik í okkur. Þú ert Jesús, vegurinn, sannleikurinn og lífið. Fyrir þið ykkur sem að hlusta hér í salnum eða heima eða hvar sem þið eruð við skjáinn. Mér langar að bjóða ykkur að biðja eftir mér, með mér. Ég skal leiða ykkur í bæinn með því að biðja fyrst, svo hafið þið bara eftir mér. Ef þú vilt taka þetta skref, ef þú vilt segja, ég hef enga að tapa, ég hef allt að vinna, ég þrái þetta. Skulum biðja, himneski Faðir, ég vil þakka þér fyrir Jesú Krist. Þakka þér að þú sendir hann og þakka þér að þú bjóst og býrð í honum. Öll fylling þín í Jesú Kristi. Og þakka þér, Jesús, að þú komst og þú vannst þetta verk. Þú sýndir okkur hvað er hægt. Ég vil eignast þetta líf, Jesús. Endurfæddu mig fyrir anda Guðs og gef mér þetta samfélag og þennan aðgang. Í Jesú nafni. Amen. Guð bless ykkur, elsku vinir. Leyfið orðun að gerjast og ef þú baðast þessa bæn, kannski í fyrsta sinn, jafnvel, þá hvetjum við þig. Þetta er alveg eins og Jesús sagði muniði, fæðist af vatn og anda. Þetta er bara eins og fæðingin. Þegar þú fæðist af vatninu, þá ertu lítið unga barn og þú þarft alla næringun og allt sem þú getur fengið til þess að vaxa og þroskast. Það er nákvæmlega sama með að fæðist af andanum. Hann vill gefa þér næringuna sem þú þarft til að vaxa og þroskast í þínum innra manni. Og hann gerir það svo sannarlega, trúfastlega fyrir þá sem vilja. Guð bless ykkur. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.